Jæja, það fiskur á. Ég staddur hérna í Efri Haukadalsá. Ég var hérna síðast árið 2012 og þá var aðeins minna að vera hjá mér í veiðinni heldur en núna og það voru bilaði bíll og alls konar vesen sem olli því að ég náði kannski ekki alveg að prófa svæðið að fullu en ég er búinn að vera hérna frá 15. til 18. júlí og hef náð nokkuð svona góðri yfirferð yfir svæðið í heild og ég er staddur hérna núna í veiðistað sem er númer -1 og er í raun og veru ósinn í vatninu og það er búin að vera fín bleikjuveiði hérna þessa daga sem við erum búin að vera og það eru svona einhverjir tugir bleikja á hverri vakt sem er að veiðast og þetta er svona pundarara og eitthvað aðeins upp úr kannski ágætis stærð á fiski. Það má segja að hún sé þegar að veðurskilyrðin eru eins og núna, það er kannski austanátt eða ekki, ef það er ekki kannski vestanátt og aldan kemur beint á móti að þá eru fín skilyrði og hún er mikið í skilunum, litaskilunum þar sem áin kemur niður og það er sandur og svo tekur gróðurinn við eins og við sjáum þarna dökku línuna hérna fyrir framann að þar er hún að taka mikið og aðeins út í þetta dökka þarna misti ég nú töku. Ég bara hreinlega gleymdi tökuvörunum heima en venjulega undir flestum kringumstæðum þá myndi ég veiða svona stað með tökuvara og láta í raun og veru kasta kannski meira á hlið og láta strauminn taka púpuna á svona svipuðum hraða og önnur fæða er að berast fiskinum og bara bregða við leið og tökuvarinn sýnir engu merki því að bleikjan er þannig að hún er miklu næmari virðist vera það tekur miklu grennra en til dæmis urriðinn. Hann er greinilega miklu gráðugari þegar kemur þessu. Hún svona virðist rétt narta í þetta og kippir aðeins í en sleppir svo fljótlega leið ef áferðin eða eitthvað er ekki rétt og þannig að maður er að missa mjög mikið af fiski við þessar aðstæður. Hérna er ég bara að strippa svona frekar rólega yfir svæðið, frekar heldur en að láta reka með strömmnum og þetta er kannski ekki kjör aðferð við að veiða bleikju. Það skal alveg viðurkennast en þetta er engu síður þá er nóg af fiski þarna og maður kemst upp með svona smá slóðaskap. En það má segja að þarna á kannski svona, það voru að koma svona bleikja á 5 mínútna fresti í raun og veru, 5 til 7-8 mínútna fresti þá var að koma bleikja. Þannig að þetta er mjög mikið að gera á þessu svæði og þetta er gríðarlega skemmtileg viðbót við laxveiði hylina í Efri Haukadalsá. Það er mjög gaman þegar maður hittir á bleikjuna að geta svona rokkað á milli. En já, það má kannski segja með hérna þetta veiðisvæði, það er þannig og ég upplifði það líka 2012 að áin kannski er ekki geymir ekki, þarna kemur einn, þessi tekur ágætlega í, það læti inni. Það má segja með ána að það er ekki, kannski má segja það að svona helstu hylirni þar sem maður er alltaf að sjá lax eru ekki alveg kjörstaðir fyrir fluguveiði. Það verður bara að horfa þannig á það en engu að síður þá eru staðir þar sem að geta geymt lax sem eru skemmtilegi fyrir fluguna og einn af þeim er Arnarklettur sem er númer 26 ef ég man rétt og svona frá Arnarkletti og upp úr hef ég verið að sjá lax bæði núna og 2012. Ég hef ekki séð lax fyrir neðan Arnarklett. Það má vel vera að þegar að koma sterkari göngur að þar sé hægt að hitta á lax og eins líka þegar að bara hann er að ganga upp í efri hylina.
Eitthvað af þessum svæðum hljóta líka að geyma bleikju þegar líður aðeins á og hún fer að ganga meira upp úr vatninu. En þetta er flott bleikja og gaman að leika sér þarna, virkilega skemmtilegt. Nú, ég sem sagt, flugan sem ég er að nota þarna, þetta er svona Peacock variant, heimagerður, sé ekki númer 14. Ég er með 3 punda taum, en við vorum alveg að fá bleikju á sverari taumefni, þannig en ég held svona almennt að 3 til 5 punda taumur sé svona alveg feikin nóg í þennan fisk, en það getur auðvitað tekið lax í ósnum og þá er kannski betra að vera með eitthvað aðeins meira. En þetta er algjörlega staður til að nota tökuvara. Þarna sjáum við, þetta eru fínir matfiskar fyrir þá sem hafa áhuga á því. Ekki spurning, og það er fátt sem er betra heldur en falleg og silfruð bleikja. Þarna sjáum við sjáum þarna nokkra tökur í röð og þær eru allar þarna, þær eru allar að taka það sem að straumurinn úr ánni kemur ofan í vatnið í ósnum og sitt hvoru megin við, bæði ofan við og neðan við straumurinn, þar er bleikjan að taka, en það má segja svona fyrir hverja eina tökur sem maður fær hérna á hliðinni, þá eru 2 tökur svona cirka fyrir miðjum straumnum og það geta verið að taka alveg 10-15 metra út fyrir það sem gróðurlínan tekur, sem sagt dekkir vatnið. En þetta er klárlega mjög skemmtilegt fyrir þá sem hafa gaman að þessari veiði. Þetta er virkilega gaman. Nú stærðin er auðvitað ekkert mikil, en það geta verið stórar bleikjur inn á milli, en svona, þetta eru svona pundarar mikið sem er að koma og þær eru þræl skemmtilegar. Þarna er ég með 6 sem er nú kannski svona meira laxveiðistöngi mín. Undir venjulegum kringumstæðum þá væri ég með tökuvara og ég væri með fjarkan við þessar kringumstæður. Það er bara skemmtilegra að slást við fiskinn þannig, en bara til að árétta það að þarna myndi ég standa meira út á hlið, þannig að sjáum við eina tökun í viðbót, að þarna myndi ég standa meira út á hlið við þessi skilyrði og vera með tökuvara og láta fluguna reka út í miðjan strauminn í vatninu. Það er, held ég, afkastamesta aðferðin við að veiða við þessar kringumstæður. En þetta virkar allt saman að einhverju leyti. Nú, hvað viðkemur laxinum í ánni, þá má alveg segja að svona áin líði aðeins fyrir kannski skort á svona þokkalegum stoppistöðum fyrir laxin upp með ánni, nema bara þegar kemur upp í eins og gili þar sem það er í raun og veru alltaf laxi og alltaf sé laxar, en það er bara afskaplega erfitt að bregða við flugu. En við kíkjum á skemmtilega staðnuna rétt á eftir sem heitir Arnarklettur og hann gaf okkur 2 laxa í þessari ferð og við sjáum hvernig gengur í hérna eftir að ég fer upp úr vatninu og upp á Arnarklett. Hérna sjáum við upp í efri hluta árinnar, gilið þarna fyrir ofan, en hérna er Arnarklettur. Þessi alveg þræl skemmtilegi fluguveiðistaður. Nú, hérna er ég að veiða þetta vestan frá og kannski ekki alveg þægilegasti staðurinn til að sveifla aftur fyrir sig, þannig að hérna ég er svona aðeins að leika með kaststílinn með misjöfnum árangri. En við sjáum þarna straumrennuna og þar sem að lygnan byrjar, þar er stór steinn og það er fyrir framan þann stein sem að laxinn liggur. Á dálítið dýpi og ég er þarna með hægsökkvandi línu til þess að komast aðeins þarna niður. Og hérna sjáum við beint ofan á og þarna tekur hann, en legur strax af. Og þetta var aðeins svona
svekkjandi en þarna maður allavega komið með flugur sem maður veit að að pirra hann og vonar auðvitað að eins meira áreiti komið þarna, tekur hann og þarna helst hann betur á. Nú, þetta pínkulítið fluga, þetta pínlítið krafla, þetta sé ekki númer 16 og en þessar flugur, litlu flugur, það eins og maður hafði nú ekki mikla trú á þeim til að byrja með, að þá hef ég nú aftur og aftur rekið mig á það að oft þetta það eina sem að laxinn vill. Ef maður horfir á þær flugur sem voru notaðir hérna snemma á 19. öld, þá verður maður að segja alveg svo það er hróplega mikill munur á. En alveg hiklaust að prófa þessar mikró flugur, túpur og flugur og það er alveg magnað að hvað þessi fiskar eru að taka. Þannig að það, þó maður svona eigi pínlítið erfitt með að venjast í eða byrja á því að þá kemst maður fljótlega því að það getur verið skynsamlegt að vera með svoleiðis í vopnabúrinu. Þó að ég verði að viðurkenna að svona laxatörmurinn verði pínu asnalegur þegar hnúturinn að verða stærri en flugan. En svona þetta. Nú þessi lax, þetta annar laxinn sem við tökum í þessum hil. Við fengum lax þarna á föstudagskvöldið líka en svo var fólk að baða sig þarna í hilnum á laugardaginn. Þannig að við hvíldum hilinn og hérna ákváðum að vera ekki að rembast neitt mikið þarna. En þessi lax hann svona 5 pund, myndi ég áætla. Og þetta var minnsti laxinn sem ég sá í hilnum þarna undanfarna daga. Og það voru algjörlega boltar þarna og eins upp frá það var svona 1-2 litlir en svaka stærða lax þarna á milli og það auðvitað bara happa glappa hvað endarinn tekur en svona þetta, stundum stórir og stundum litlir. En þarna ég bara að reyna að koma fiskinum þarna upp í landsteinana. Ég einn og ekki með háfinn, þannig að ég ætla bara að reyna að ná henni sem fyrst þarna upp í til að þreyta hann sem minnst. Og þarna ég með 6 áfram sem ég var með niður í Ós. Hún fín í svona fiska. Og ekkert svona þannig meira það að segja að þetta ágætis fiskur en það sem sagt, ég sé það þarna strax að það eru einhver för á honum og svo virðist sem að sé eitthvað þarna á hliðin á honum, annarkvort eftir steinsugu eða fugl eða eitthvað sem var að áreita hann. Nú þarna fer flugan og svo látum við hann bara fara. Hann fer út aftur. Þarna fer hann. Efri Haukadalsá. Þessi hylur heitir Arnarklettur og væntanlega eitthvað tengdur þessu. En fiskurinn hann liggur bara hérna í þessari rás hérna fyrir fram, það steinn hérna í miðunni og hann liggur hérna í rásinni og þessi tók pínulitla svarta kröflu og við erum mikið búin að vera að reyna hérna, búin að vera að laxa þetta allan tíman en hann tók þetta, hann tók hana tvisvar, hann satt illa í fyrra skiptið bara rétt smá högg, lag svo strax af og svo bara tók hann hana rétt stutt á eftir. En efri Haukadalsá, hérna búið að vera mjög gott. Við erum búin að fá aragrúa bleikju, fallegri sjóbleikju í Ósnum. Og svo lax hérna frá Arnarklettinum og upp úr og í gilinu, en erfitt að ná honum. En þetta var alveg sannarlega fyrirhafnarinnar virði. Og fyrsti lax sumarsins, hann kominn inn og bókaður. Þetta var gaman. Hann kominn á sinn stað þarna aftur. Þarna, ég veit ekki hvort það sést.
Hann þarna kannski með 1 eða 2 félögum, ég veit það ekki. En frábært, alveg glimrandi.